Góðan daginn, kæru frumkvöld. Haukur hérna hjá frumkvöðla.is. Í dag ætla ég að tala við þig um hluthafasamkomulag. Og staðreyndin er svo að ef þú ert að fara að stofna eða búin að stofna fyrirtæki þar sem þú ert ekki eini stofnandinn, þá er mjög mikilvægt að þú setur upp hluthafasamkomulag með meðstofnendunum. Þetta er einn af þessum hlutum sem að í rauninni allir meðstofnendur eiga að vera með alveg á hreinu og setja upp, en því miður þá virðist ekki frumkvöðlum nóg oft vera bent á það að setja þetta upp á fyrstu stigum. Því að töluvert erfiðar ofta að bregðast við eftir á. Ástæðan fyrir því að þið setjið upp hluthafasamkomulag og gerir það á þessu fyrstu stigum reksturins er til þess í rauninni að skilgreina nákvæmlega hvernig þið ætlið að hátta samstarfinu, hvernig ætlið að starfa saman, hvað ætlið að leggja í fyrirtækið og kannski það mikilvægasta er hvað ætlið að gera ef allt fer á versta veg. Ef að samstarfið bara hreinlega gengur ekki upp og það er ágætt að nefna það að þetta er algengt fyrirbæri og ég sé þetta í mjög mörgum dæmum og alveg sama þótt þú séu góði vinir sem eru stofna fyrirtæki eða jafnvel ættingjar og það er jafnvel kannski ennþá mikilvægara að hafa hluthafasamkomulag þegar þið eru að stofna fyrirtæki með eitthvað sem þekkið til þess að tryggja það að vináttan tapist ekki í þessum ferli. Ef að þið eru ekki með hluthafasamkomulag og þið eru að slíta samstarfi eða eitthvað kemur upp á, þá getur tekið við margir mánuður af óvissu þar sem þið hreinlega bara vitið ekki eins og hvort að fyrirtæki eftir að halda áfram að lifa eða ekki. Hinn aðilinn getur verið erfiður í samningaviðræðum eða þið verið erfiður í samningaviðræðum og þið finnið ekki neitt sameiginlegan grundvöll til þess að slútta þessu. En aftur á móti ef þið eru með gott hluthafasamkomulag sem er vel uppbyggt og með alla réttu skilgreiningarnar og uppsetninguna að þá er þarna inn í þessu hluthafasamkomulagi skilgreining á hvað eigi að gerast ef allt fer á versta veg og þar hafið þið þá leið til þess að komast út úr þessu samstarfi með á mjög stuttu tímabili með mjög sanngjarnum hætti þar sem þið getið í rauninni vonandi farið í gegnum þetta án þess að verða alveg kolklikkuð eða verða deyja úr stressi. Þannig að hluthafasamkomulag ef þið eru að stofna með, eða fleiri en einn stofnanda fyrirtækinu, þá verður það að hluthafasamkomulag. Og það er engin lög eða regla sem segir að verða að gera það, heldur er það bara reynsla mín og reynsla annarra frumkvöðla að ef þið eru ekki með þetta staðar, þá getur það skapa mikið vandræði fyrir ykkur. En ég er nýlega búinn að setja inn sýnishorn af svona hefðbundnu hluthafasamkomulagi og þið getið nálgast það inn á frumkvöðla.is og endilega kíkið á það og ég skal setja linkin fyrir neðan, þannig að þið getið kíkt beint inn á það og notið það svona sem kannski fyrsta skrefi til þess að áttu ykkur á hvernig hluthafasamkomulag er sett upp og annað slíkt. En sjálfsögðu mæli ég náttúrulega alltaf með því ef að þið treystið ykkur ekki sjálf í það að þið fáið ykkur þá lögfræðing til þess að fínpúsa til í rauninni þetta hluthafasamkomulag. Einnig vil ég líka nefna það að ef þið viljið fræðast meira um hluthafasamkomulag og í rauninni meira bara fyrstu skrefin í því að stofna og reka fyrirtæki, þá er ég með námskeið í stofnun fyrirtækja og ég set lenkin inn á það líka fyrir neðan þannig að þið getið kíkt á það ef þið hafi áhuga á að fræðast meira. En ég vona að þetta hafi gagnast ykkur eitthvað og ég held áfram að birta myndbönd, þannig endilega subscribeið og fylgist með hvað kemur á næstunni. Takk hérlega.